Guðmundur Gunnarsson, Björnsvæl. Ágætu ráðsliðar og þeir sem eru að hlusta á okkur. Við erum svolítið að endurtaka okkur sem að í sjálfu sér eðlilegt þegar að vera að fjalla svona mál. Og það er raun og vissan hátt búið að segja hluta af því minnstakosti sem að ég hafði ætlað að segja. Pavel dæmis fór glögglega í gegnum og reyndar hafði Ómar gert það líka í sinni ræðu. Það er til dæmis með kynja hlutfallið, þeir sem við höfum rætt við í nefndinni að þá benda þeir á, minnst þeir sem ég hef heyrt skýra sín sjónarmið og maður telur að hafi vita á þessu, að þá sé það mjög óráðlegt að vera að setja inn í stjórnarskrá einhver ákvæðum það að það megi vera fikta í niðurstöðum kosninga. Það er svona kosningarnar sem slíkar að þær séu sem sagt, það afl sem ráði. Það sé aftur á móti hægt að gera kröfur það að með hvaða hætti sem sagt, sé boðið fram. Það er að segja að það sé þá boðið fram ef að vilji er til þess að hafa sem jafna kynjakvóta, að þá geti menn boðið fram svokallega fléttulista. Það hefur einnig verið bent á það að með þeim aðferðin sem við höfum haft hingað til og þó að það séu kannski sjálfur ekki ströng ákvæði í sambandi við kynjakvóta, þá höfum við í sjálfur sér náð lengra heldur en flestar ef ekki alla þjóðir í kringum okkur hvað var það þessi hlutfall. Og jafnvel konur sem hafa komið og tala við okkur í nefndinni sem og þá hafa þær bentið mitt á þetta að það væri jafnvel það teldu það myndi ekki vera mikið stuðningu það meðal kvenna að fara að fikta mikið í þessu umfram það sem nú þegar heldur að leyfa þessu frelsi að vera áfram. Því að við höfum nú þegar með hægt og sígandi náð þessum áfanga. Nú ætla ég bara svona að gefnum tilefni taka það fram að ég hef ekkert á móti því að það sitji jafnvel fleiri konur á þingi heldur en karlmenn. Það máli snýst ekki það. Þetta er grundvallar atriði og ég allavega þeirra skoðunar að ég er algjörlega andsnúin því og það eru allavega nokkur sem maður hefur heyrt í ráðinu þeirra skoðunar að það sé útiloka að fara að setja inn í stjórnarskrá ákvæðum það að það megi fara að fikta í niðurstöðum kosninga. Það geti í sjálfu sér, þá geta komið fram náttúrulega einfallega bara aðra skoðun það að það ekki bara fikta á einn veg heldur á fleiri en einn veg. Og í sjálfu sér hvað varðar landsbyggðarhlutföllin að þá spyr maður á móti hvað ætla menn að mæla? Hvernig ætla menn að mæla það hverjir eru landsbyggðarþingmenn og hverjir ekki? Og hvar það eins og Ómar kom inn á til dæmis. Er það sem alveg klárt mál að maður sem er búsettur á suðvesturhorninu hann sé ekki landsbyggðarþingmaður? Hvernig ætla menn að mæla niðurstöðu kosninga það sé landsbyggðarhalli eða hvað menn vilja kalla það? Ég hef margótt sagt það hérna og ég tel mig geta fært fram fyrir því nokkur rök að svona upp undir helmingun af fólkinu sem situr hérna við þetta borð sé landsbyggðarþingmenn og fullnægja öll þau skilyrði sem hafa verið sett fram hvað það varðar og vorum við þó kosin með þessari kosningu sem við vorum kosin og við getum alveg sett mælistikuna þannig og fengið út eins og ég segi alveg upp undir helming af þeim sem hér sitja ef við skoðum þetta með svipuðu mælistikum og allir eru gert á Alþingi. Og svo aftur hvað var það eins og kom fram hjá varaformanni ráðsins að þessu sjónarmiðum það að unga fólki viti ekki hvað það vilji. Það sé statt á suðvesturhorninu bara vegna þess að það er bara allt í einu komið hingað gegn sínu vilja að mann skilst og sé í þeirri vinnu sem boðið upp á jafnvel líka gegn þeirri vinnu vegna þess að það fá ekki að vinna í grunnatvögunum þar að sé við landbúnað og fiskvinnslu. Nú það jú þannig að fólk leita þangað það sem að fær vinnu og það sem að kaup og kjör eru best og það nýlega gerð könnun á því hvar ungt fólk á Íslandi vill búa og það 98% af þessu unga fólki vill ekki eiga heima á Íslandi. Þannig að ég held að það sé nú kannski frekar hluti sem við ættum að ræða heldur en þetta. Það eins og ég segi við þessu umræðu henni miðar ekkert með svona rökum við sitjum bara föst í því en
Ég í sérnefndin og stíð alveg heilsugar það sem er framkomið. Það eru mörgu verður maður að sleppa ef maður vill halda öðru og þetta val á milli kosta. Við erum að vinna samkvæmt þeim eindregnu óskum sem að til okkar bárust áður en stjórnlagaþing var sett í haust að landið yrði eitt kjördæmi og það væri persónukjör, það yrði minnkað flokksræði, það yrði minnkað áhrif prófkjöra sem eru eitur í beinum mjög margra og ég þeirra skoðunar og ég mjög eindregið eftir að hafa hlustað á þær umræður þessa stöðu sem að þetta skjal komið í, ekki bara frá nefndarmönnum heldur mörgum öðrum sem að hafa komið til okkur undanfarna dag að við séum sem komið með mjög heilstætt og gott skjal.